Nei, hvers konar framkom þetta? Hvað gengur eiginlega á? Reynið að vera kurteis. Það fattu þetta að vera að fylgja okkur hér út í geimstöðina. Það er orðið talsvert síðan við ferðumst með alheimsborgaranu síðast. Við vorum bara nýliðar þá, manst eftir því spá. Ætlið ekki einu sinni að heilsa mér. Og ég sem kom alla þessa leið til að hitta ykkur og svo ætla ég bara að fara án mín. Gróði. Fróði segir að minnistöðarnar mínar nýju séu að fullkonustu gerð ég enn stórkostlari en nokkru sinni fyrr. Ég get ekki lýst því hvað við erum glöð að sjá þig aftur. Nú erum við saman og nýju skulum skemmt okkur vel. Ég legg til á sínir ögn meiri virðuleika liðsforingi. Hví erum við ekki lögð á stað enn? Geimfarið er bilað, tengi í annarri aðalvél, það verður senkun. Við missum þá af alheimsborgaranum. Settur, duðlega fullt. Það var aldrei verið neitt að hér fyrr. Ef þetta verið í bíó verði það skemmdarverk. Hvað gæti slíkt gagna nokkrum manni? Jæja, vinir mínir, fyrst þið missið af alheimsborgaranum verðið að bíða til næsta áætlunarferð sem eftir 10 daga. En það líka margt sem langar að sýna ykkur. Mér finnst leiðinlegt að þið farið núna strax. Ég hef á tilfinninguna að við verðum að ná þessar áætlunarferð. Ég held við ættum að gera allt sem hægt til þess. Það er reynsla mín að forspárnarinnar spár eru jafnan réttar. Hvað getum við gert, börni, góð alheimsborgarinn fer og við erum föst hér? Er engin annar ferja? Sú spurning hefur þegar verið lagt fram. Svar neikvætt. Ég endurtek neikvætt. Segðu mér hvað tekur langa tíma að gera við þetta? Það bil 2 klukkutíma. 2 tíma? Það er hneyksli. Ég er nú sneggri en það og þessi ferja getur náð alheimsborgaranum jafnvel þótt hann sé lagður af stað. Hvað finnst ykkur? Þetta er mjög óvenjuleg aðferð en þetta ætti að takast. Jæja, minn vélknúni vinur, hvar erum við stödd? Við förum með hámarkshraða. Eftir smá stund ættum við að ná sambandi við geimfarið. Flugmaður, ég vil að það hafi samband við alheimsborgarann. Byrjuðu að opna ferjudyrnar. Skal gert. Þetta er geimferja X41. Bið leyfis að koma borð í alheimsborgarann. Biðum að ferjudyr verða opnaðar. Hverju á ég að svara, fóringi? Veittu leyfið. Við verðum auðvitað að hleypa þeim borð. Segðu þeim það. En láttu vögg fylgja þeim hvert sem þau fara. Ég heiti Vöggur, mér hefur verið falið að fylgja ykkur. En hvers vegna? Það þætti mér gaman að vita. Ég er hér ef þú hefur ekki tekið eftir því. Hó? Ekkert. Vistu hver þið eru? Þekkirðu það? Þetta er klefi númer 1. Ég legg til að herran verði í honum. Hinn klefinn ætti að henta dömunni vel. En við pöntuðum samliggjandi klefa og viljum fá þá. Þú ert búinn vel að gera. Þakka þér fyrir, Vöggur, þú mátt fara. Nei, herra, mér þykir það leitt en mér er skipað að yfirgefa þig ekki. Ég dáist að skyldurækniðinni, en viltu gjöra svo vel að fara strax? Farðu burt héðan, Vöggur, það er skipun. Þið eigið að sitja við borð borðingjan. Mér fellur þetta ekki. Þú ert þreytt eftir ferðina, þú ættir að hvíla þig. Nei, það er ekki það. Það er eitthvað annað. Ég veit bara ekki alveg hvað. Ég læt gróða vera hjá þér og gæta þín. Þú gerir það, er það ekki? Auðvitað ger ég það, en mér þætti gaman að taka þennan vögg til bæna. Ég veit ekki hvort þú tókst eftir því, en hann er talsveit stærri en þú. Og þú? Tókst þú eftir því þegar ég barðist við Goliat? Hvernig fór svo viðureign? Ég bara spyr. Herra mínir og frúr, við förum nú gegnum smástirnabeltið og hvetjum ykkur til að virða fyrir ykkur útsýnið. Já, þetta er alveg rétt hjá þér, einmitt það sem ég var að segja við Hrón. Hér koma hetjurnar okkar. Velkomin, það er orðið langt síðan við hittum síðast. Það er mér ánægju efni að hafa ykkur borð. Ég ætla að kynna fyrir ykkur yfirmennina. Læknirinn okkar, Bernharður prófessor, sálfræðingurinn okkar, Silja liðsforingi, hún er með allar tölur og mál í lagi.
Og næstráðandi minn, Haraldur höfuðsmaður. Lögfræðingurinn okkar, Lára, og sá sem sér að við villumst ekki, aðalsiglingafræðingurinn hann Finnur. Liðsforingi, þú voru að segja okkur hvernig tókst að losa okkur veldfluginu sem hefði eyðilagt jörðina. Það hlýtur að vera stórkostleg saga. Þið býðir mér ekki upp í dans, liðsforingi. Foringi, hver er þessi maður vinstra megin við mig? Og það hann Finnur. Hann mjög snjall yfirmaður og væri orðinn yfirmaður eigin geimfars fyrir löngu ef hann væri ekki svona drikkfelldur. Þetta geimfar var algjör eyðimörk, enginn sem var neitt varði að tala við. Nú verður ferðin miklu skemmtilegri, við fáum tíma til að kynnast hvort öðru. Nei, þetta kemur ekki til mála. Ég læt á ekki komast upp með þetta. Ég læt á hlusta á mig. Ég vona að þú heimsækir okkur í stjórnklefan. Ég veit þú hefur áhuga á að sjá allan nýja útbúnaðinn og hvernig hann virkar. Þetta talsvert frábrugðið kríli býflugunni. Hún eins og skordýr samanburði við þetta, eins og býfluga. En hver er það sem heyrar okkur með fjarveru sinni? Það lítur að vera einhver fögur kona, það þori ég að veðja. Þú tapar því veðmáli, liðsforingi. Koma stólinn á vélfræðingurinn okkar, hann Valtýr. Hann lasinn í kvöld. Hann hefur þjáðst af þunglyndi undanfarið. Ég veit ekki hvað á að gera fyrir hann. Þegar geimdrungin er tökum á fólki. Viltu dansa? Ég get ekki lífskomið það til vænt það. Jæja, við getum talað saman hér. Ég mjög feginn að þið tvö eru með í ferðinni. Þú og Pési liðsforingi eruð eina fólkið borð sem ég þora að tala við. Hér er eitthvað gruggugt á seiði. Það er erfitt að útskýra það en allir þessi nýju yfirmenn sem koma borð í geimstöðinni, þeir eru nú færir í starfið, það er bara gett að komast að þeim. Það er eins og sé ekki hér einhvern veginn. Þetta nú var til fyrsta skipti sem ný áhöfn kemur borð, er það? Nei, en þetta er einhvern veginn öðruvísi. Þessi náungar, ég veit ekki akkur en ég er hálf hræddur við þá. Nema náttúrulega Valtýr vélfræðing, hann er gamall kunningin, hann er dálítið undarlegu kattuskan. Og foringi? Já, ég er búinn að þekkja róa árum saman en samt, hann er eitthvað undarlegu líka. Ég skil þetta ekki, kannski er ég að verða geggjaður. Hvað er eiginlega á seiði? Ég hef á tilfinninguna að hér sé eitthvað alvarlegt að. Og finnst þér foringinn eitthvað áhyggjufullur? Það er ómögulegt að átta sig á honum. Ég reyndi heilmikið. Ég get ekki náð neinu sálrænu sambandi við hann. Það er eins og einhverju varnarhjúpi sé um hann. Ég komst ekki að honum. Er það ekki það sem þið kenna á 3. stigi í fjarhrifum? En hann beitir alls engum fjarhrifum og þegar ég reyndi að... Og farlega. Hann er fullur á hljóðnemum þessi. Þarna ertu þá, Pési liðsforingi. Hæ? Ætlar þú að segja mér að þú sért Pési liðsforingi frá Ómegu? Minnst þú lítið hetjulegur? Ég trúi því nú ekki. Hver er þetta? Valtýr, hann er mjög veikur. Nei, gróðu eftir vissum að skilja þetta. Auðvitað, líti ég út fyrir að vera svona heimskur. Ekki reiðast, galli minn, það er ekki rétti tíminn til slíks núna. Hvítillið ykkur ekki þarna, þið komist bæði fyrir í einum stól. Þarna fyrir framann okkur er Júpíter, við nálgumst hann núna. Þið sjáuð hann er mjög fallegur. Foringi, við kannumst nú býsna vel við pláneturnar. Jó, auðvitað, fyrirgefðu, ég glemdi að... Áríðandi skilaboð. Við náðum neyðarkalli. Lát heyra. Flutningafari Jötun, flutningafari Jötun, þetta er flutningafari Jötun. Við stefnum á geimstöð jarðar, það er uppreist borð. Urðum fyrir árás. Ég kalla Jötun. Þetta er alheimsborgarinn sem kallar. Við fengum boð ykkar. Gefið staðarákvörðun og látið vita hvað við getum gert ykkur til hjálpar. Þetta er flutningafari Jötun. Ástand er eðlilegt á ný. Við byggjumst velvirðingar. Loftskeytamaður okkar varð óður stund. Ykkur er óhætt að gleyma þessum boðum. Ástand eðlilegt. Við mætum ykkur eftir 8 mínútur. Skipti og farin. Þetta er dularfullt, mjög dularfullt. Já, það má nú segja. Hvað heldur þú um málið?
Við mætum jötni eftir 4 mínútur, þeir ansa okkur ekki og við beygjum 4 gráður til að forðast árekstur. Veistu nokkuð hvað á seyði, foringi? Mætum jötni eftir 2 mínútur. Augljóslega eitthvað að. Alheimsborgarinn ekki eins snar í snúningum á bíflugan. En það eru ferjur. Við vorum aðtöða hvort einhver á lífi. Geimfari getur sprungið í loft upp á hverju stundu. Við skulum fara og athuga það. Já, þú verður að lofa okkur að fara, það er skylda þín. Hafið ferju tilbúna fyrir PSA liðsforingja þegar í stað. Merkið þess að einhver getur verið á lífi. Þetta er algjört víti, þeir hafa ekki átt neina lífsvon. Þetta er hræðilegt. Hvernig getur slíkt gerst? Slys, sprenging af slysni, hvað sem er. Þetta voru undarleg boður rétt fyrir slysið. Við verðum að snúa tilbaka. Við getum ekkert gert hér. Þarna eru þið þá, hetjurnar okkar. Eru þið nú tilbúin að fallast á að heimurinn er dálítið geggjaður? Finnst ykkur það ekki? Bíðið aðeins fyrir langar til Nei, það er eitthvað aðkessi og þegar ég hugsa þetta slys. Þetta brennandi geimfar hefur haft mikil áhrif á okkur bæði. Það er ekki bara það er eitthvað á seyði, en ég veit ekki hvað. Gerðirðu það sem ég baði bróður minn? Auðvitað. Og? Já, ég komst ekki að neinu. Þeir eru ekki nein venjuleg vélmenni. Venjulega get ég lesið þau eins og opna bók. Þessir standast alla geisla mína, alveg eins og menn, en samt... Samt hvað? Það er ekkert áþreifanlegt. En svaranir þeirra er einhvern veginn of skipulegar. Ég verð að halda áfram að rannsaka þá. Hvað eru þið eiginlega að bralla? Ég segi nú ekki að ég sé mjög hrifinn að hróa, en samt sem áður... Hann hefur breyst mikið síðan við hittum að síðast. Manst eftir því spá. Já, hann hefur breyst, en það geti bara verið vegna þess að hann hefur elst. Já, kannski, en samt er ég vissum að það er eitthvað að. Ég treysti engum yfirmanni hér, nema Finni, þó hann sé alltaf fullur. Það er líkast þér rétt hjá þér. Já, ég held að hann hafi ætlað að segja okkur eitthvað á hann. Bíðið hér, ég ætla að gá hvort ég finna hann og hvort hann hefur eitthvað að segja okkur. Hetjurnar okkar eru að verða of forvitnar. Þær eru farið að gruna eitthvað. Það verður að fylgjast með þig. Ég vissi að þau eru til vandræða. Þú hefðir aldrei átt að hleypa þeim um borð. Við gerðum það sem við gátum til að koma í veg fyrir það. Nú verðum við að gera sem best úr þessu. Þau verða bara fyrir smá slísi. Nei, þau eru alltaf fræg til þess. En ég minni þig á skyldu þína liðsforingi. Þú áttir að fylgjast með PSA liðsforingja. Fram til þessa hefur þér ekki orðið mikið ágeng. Ég skal gera mitt besta. Og vöggur, höfuðsmaður. Þú verður að sjá að spá á vélmenni hennar gerir ekkert óæskilegt. Þú reynir að komast hjá harðnesku, en ef það tekst ekki, nú þá, það væri ekki mikið mál að losna við hana og þessa niðurstöðu dósina. Láttu ekki útliti blekkja þig, margir hafa orðið að gjalda ofmetnaðar síns. Og hvað gerum við hann Finn? Já, hann er farinn að verða til óþæginda. Þú verður líkast til að losa okkur við hann. Ég treysti þér, Haraldur höfuðsmaður. Þú hefur forðast með liðsforingi, það hryggir mig. Það er ekki fallega gert. Ég sem hélt að okkur kæmi svo vel saman. Æ. Hvað viljið þið mér?
Ekkert, við ætlum bara að hjálpa þér. Komdu nú með okkur, þá verður allt í lagi. Komdu með okkur. Nei, nei. Komdu, þú þarnast hjálpar. Æ, æ. Æ. Hvað kom fyrir hér? Finnur var til vandræðar rétt eina ferðina. Hann var fullur og fór að slást við Harald höfðusmann. Þetta ekkert alvarlegt. Alltaf batnar það. Hann verður að vera komin í lagana eitthvað. Og hann verður það. Ég veit það ekki. Ég get ekki fullist það. Ég þarf að... Annað kvöld. Ég get bara að lofa því að ég skal gera mitt besta. Athyglisvert, eins og Fróði gamli segir svo af. Hvern langar þig að finna? Finn. Fylgdu mér. Hann í svefnmeðferð og gestir myndi bara trufla hann. Bara í 1 mínútu. Gestir trufla hann bara, sagði ég. Mér þykir leitt að geta ekki leyft ykkur að hitta hann. Svefnmeðferð við ofdrykkju. Aldrei hef ég heyrt getið það ekki. Pési, þetta er dularfullt. Nú er Finnur úr leik, alveg eins og Valkir. Gróði, hefur þú komist að einhver athyglisverðu? Einhverju athyglisverðu? Ég veit ekki hvort ykkur finnst það neitt athyglisvert, en ég get sagt ykkur að í Haraldi höfðusmanni eru 21.801 rafeindaminnistöð. Hvort ykkur finnst það athyglisvert veit ég ekki. Ertu viss? Þeir eru allir vélmenni. Að minnsta kosti hann, en hann er mjög fullkominn og það er rétt að það eru fleiri slíkir borð. Einmitt það sem ég hélt. Þeir eru bara mjög vel gerðir. Við verðum að finna hinn raunverulega Harald höfðusmann og Finn og hina. Ég vona bara að það sé ekki orðið of seint. En hvers vegna eru þeir að þessu? Hver er tilgangur þeirra? Ef við finnum hina segja þér okkur hvað er á seyði. En eitt er víst, við getum ekki ráðist á þetta risa geimfar 2-1. Fyrirgefðu, ég átt að segja bara við 3. Við verðum að fá aðstoð. Og hvar ættum við að fá hana? Við skulum fara og leita. Hvaða geimar eru þetta? Hér geymum við varahlut ef skyndiviðgerðar er þörf. Hér er bara 3 stiga hiti. Hér eru flestir í dýfðarbúningi. En athyglisvert, mjög athyglisvert. Hér er óviðkomandi bannaður aðgangur. Þetta? Það vissi ég ekki. Mér þykir það mjög leitt. Þetta er allt í lagi, ég skal sjá þetta mál. Eins og þú vilt, höfðusmaður. Jæja, ég var að fara. Þyngdarleysi. Jæja, úps. Ég hef á tilfinningunni að ég sé eldur. Kemur hann enn? Þetta er allt í lagi hér. Nei, það virðast ekki vera neinar dyr. Forvitnin var kettinum að bana, en ég verð að segja að ég dáist að þér. Mér þykir leitt að verða að láta þig gjalda forvitninnar. Ég veit hvernig ég líður, en hvernig væri að taka ekki alveg svona fast á mér? Þú ert mjög sterkur. Ég er engin bladra. Ef þú kreistir mig svona, brotna ég. Væri þér sama að þú hefðir hemil á aðdáuninni? Í rauninni var hann bara rusl. Þetta fór allt vel. Kæru vinir, innan 2 daga verður ferð okkar á enda. Það er venja að hafa hér stórdansleik síðasta kvöldið og ég ætla að bjóða ykkur öllum á grímudansleik annað kvöld. Ég hlakka til að hitta ykkur þar.
Bíðið aðeins. Ökta þú aftur, nú ætla ég að sýna mér í tvo heimana. Það gæti orðið hættulegt. Jæja, liðsforingi, ætlar ekki að bjóða mér á dansleikinn? Það er ekki að vanrækja mig alveg. Nú ætti ég að koma öll í lag okkar á milli. Mér þykir þetta leið. Mér þykir það líka leið. Þú varst óskup indæl, það er alveg satt. Nú er leiðin greið, komið þið, við megum engan tíma að missa. Ég sé ekki Siljun, ég er vinn okkar frá Omegu. Það er ekki nógu gott. En prófessor, hvernig líður Haraldi vinn okkar? Hann verður orðinn jafn góður eftir smá stund. Ekki, þú heldur of fast utan mig. Stóri ljóti úlfur. Ekki, þú þrýstir mér of fast að þér. Ó, vélmenni, að dansaði vélmenni. Hvílík lífsreynsla og mér leist bara vel á hann. Haraldur höfuðsmaður, það er gott þú ert kominn. Já, það segirðu satt og höfuðsmaður, ég vil gjarnan kynna fyrir þér vinn minn. Þetta er svikari. Verðir, takið hann fastan. Nei, foringi, ef hér er einhver svikari þá ert það þú. Það er búið að fletta ofan að þér. Ég legg til að þú komir með okkur mótbyrnulaust til að komast hjá frekari vandræðum. Hvað er eiginlega að vera hér? Ekki neitt, frú mig góð, ég þurfti bara að hitta mann út af fundi. Haraldur, gerðu það sem gera þarf. Hafðu engar áhyggjur, nú er allt í lagi. Við höfum þetta allt í hend okkar. Eins og þið sjáið, eru þeir snöggir og allir sem gátu hafa nú komist undan. Þið vitið að við ætluðum ekki að gera ykkur neitt mein. Það hefði verið auðvelt að beita vopnavaldi en við gerðum það ekki. En borð í Jötni, hvað kom fyrir þar? Nokkrir menn urðu æstir. Þeir reyndu að eyða okkur með sprengiefni. Þið sáuðu hvernig það fór. En hver er tilgangurinn? Af hverju gerðu þið þetta? Til að ná alheimsborgarunum eða Jötni. Þetta var bara próf til að sjá hvort við varum reiðubúnir, til að sjá hvort við varum jafningjar ykkar. Það hafa að minnsta kosti orðið miklar framfarir og framfarir munu halda áfram þangað til einn góðan veðurdag að við vinnum sigur. Sigur ykkar í dag var einn hinna síðustu, en nú er ég búinn að segja ykkur allt. Nú bið ég að fá að vera einn. Leggur þú við drengskap þinn að reyna ekki að brjótast út úr klefanum? Ég legg við drengskap minn að ég skal ekki reyna það. Ef hann hefði viljað þá hann geta eitt geimfarinu. Jæja, liðsforingi, þá höldum við til Omegu.